Heyrðu, bara urrandi samkeppni, bara sjónvarpsrekstur. Já, nú ætlum ég bara að hjóla í þig. Ah. Heyrðu, hvað ertu að fara að gera? Ég ætlum að fara að vera með svona Glens og Green þátt, podcast, svona bæði hljóð og mynda sem við fáum gesti í stúdíó og líka það sem við förum og heimsækjum fólk og svoleiðis með myndaðalina með okkur og svona sprell bara. Eitthvað svona tekið upp fyrirfram eða verður þetta live? Við ætlum að reyna að hafa þetta live en við ætlum að byrja á að taka upp og raka í þætti og svoleiðis, fara svoleiðis á stað. Og ertu byrjað að safna efni? Byrjum á morgun. Þið byrjað á morgun? Já, förum í heimsókn á morgun og erum að taka upp svolítið að efni á morgun og í vikunni bara alla vikunna og við ætlum að reyna að vera að koma með þátt eða klárið með þátt á föstudaginn þar næsta. Ok. Og hverjum að fólk eiga von á? Þetta náttúrulega verður á föstudagskvöldum, þannig að þetta verður létt á bárunni. Ég ætla bara að vona að þetta verður ógeðslega skemmtilegt og áhugavert og eftir að slá í gegn. Við erum ekki meina að dagskráða neitt en þetta er mikið til bara svona grín og fíflagangur og áhugavert fólk og sögur og svona ýmislegt. Hvar er þetta Suðurnesja miðað eða ætlar að bara taka landið á miðin? Við ætlum að vera út með allt en við erum samt alveg búin að kokka upp nokkra sem við ætlum að reyna að ná í stúdíó í flott viðtöl. Það er mikið til Suðurnesja fólk sem er allavega á tekniborðinu hjá okkur núna. Ok. En þessi fyrsti sem við heimsækjum á morgun, hann er ekki héðan reyndar. Ok. Verður þetta eitthvað óþægilegt? Já, maður verður að ganga þannig frá því þetta sé svolítið spennandi og skemmtilegt og þá þarf maður að vera óþægilegur á köflum líka. Já. Það er svona... Þú ætlar ekki að vera með ógeðstrykki eða það? Nei, ekkert svoleiðis og engan bónaskap eða neitt. Þetta verður allt bara hinu góða, sko. Ekkert ves. Einhverjir sketsar eða bara svona almennt grín? Nei, ekkert svoleiðis. Bara skemmtilegir og áhugaverðir viðmælendur og vígalegur spurningalisti. Allavega spurningar og svona þetta... Eins og ég segi, þetta er náttúrulega bara svolítið á tekniborðinu hjá okkur ennþá en við erum á hjóla á stað og erum svolítið að fara bara blindandi út í þetta og ætlum bara að reyna að gera allt sem okkur dettur í hug bara. Hvernig listu hafa þið út í þetta? Af hverju að fara út í podcast? Þú ert nú frægur á öðru vettvangi? Já, ég veit það. Mér hefur alltaf langað að prófa að vera með minn eigin þátt og svona þegar maður... Það færast allavega hugmyndir mjög reglulega hjá mér sko sem að væri gaman að koma frá sér og í verk sko en ég þekki mann sem á stúdíóið og hann bara hafði samband og spurði hvort ég væri game og ég sagðist bara að vera til að taka með hann á fund og ég gerði það og ég sló bara til, ég var ekkert þess. Þetta er svolítið annað miðill samt heldur en Snapchat? Já, þetta er allt annað sko, þetta er öðruvísi en þetta er gaman, það er gaman að prófa eitthvað nýtt. Þú ert alveg óhræddur við þetta? Nei, ég er skíthræddur við þetta. Já. Ég er rosalega feiminn og í þessi skipti sem að ég kem fram og hef verið að koma fram að þá er ég alltaf alveg svakalega kvíðinn og bara blautur í lófunum og bara jafnvel svefnlaus og alles. Þetta hefur alveg stórkostlega áhrif á mig. Ég hef mikið fyrir þessu. Þú ert náttúrulega svolítið einn með sjálfum en þú ert að gera snappi en þarna ertu náttúrulega alltaf með einhvern annan með þér í pottinum. Já. Það er svoleið sko, en maður hlýtur að slípast til og sjóast í þessu eins og öll öðru. Ég trúi ekki öðru, þegar maður fyrir að gera þetta alltaf annars lagið þá hlýtur maður að koma til á endanum. Hvað ertu búin að vera lengi í þessu snapp-bransa? Síðan 2016, síðan ég var að tjekka á því núna bara dögunum. Ég held ég hafi opnað þennan Snapchat-account þarna í október 2016, eða nóvember, annað hvort. Fellur aldrei úr dagur? Jú, það er komið fyrir en það er ekki margir. Það er yfirleitt alltaf eitthvað. En ég hef tekið pásur en það har ekki verið langar. Maður hefur alltaf eitthvað fram að færa. Hvað heldur að setja snappa oft á dag? Ég veit það ekki. Það er voða misjafnt. Stundum er þetta lítið og stundum alveg ógeðslega mikið. Það er ekkert ákveðið í því. Þetta er bara spurning hvernig dagurinn er og hvað maður er að takast á við hverju sinni. Geymir þetta eða lætur þetta bara hverfa út í tómið?
Heldur upp á eitthvað hefur? Já, ég held alltaf upp á eitthvað sko sjá í geymslunni sko, það er ýmislegt til en mest megna þessu kemur bara og fer bara, þú veist, á þessum 24 tímum. Sérðu aldrei eftir neinu? Jú, það gefur oft fyrir, það er oft sem maður vaknar og er bara, þú veist. Er Það er alveg svoleiðis. það eitthvað sem gerist eftir 3.-4. bjór eða? Já, ég er alltaf aða til að vera alveg stjórnlaus þegar ég er að hella í mig sko og farið í strikjafel og svoleiðis en þegar ég hef grun eitthvað svoleiðis þá er ég ekkert að fara yfir hlutina og er betra bara Láta það að vera fara. ekki viss. Já, láta það bara fara. Já, ég held það bara. Já. En hvað, allar eitthvað að hella í viðmælendur? Er það einhver hugmynd eða? Já, við ætlum að grilla og bjóða upp á öl og svona en þetta verður ekkert eitthvað hardcore svoleiðis neitt en það verða veitingar, já. Það voru einhverju þættir í gamla dagi sjóarpi, eitthvað hérna með hausverkum helgar, ertu að fara í eitthvað þá átt eða? Nei, ekkert svoleiðis. Þetta verður bara eins og þetta verður. Ég langar bara til að negla fyrsta þættinum út í kosmósi og sjá bara hvað fólki finnst. Við ætlum bara að reyna að gera hann ógeðslega góðan og skemmtilegan þannig að hann stimpli sig bara vel inn. Og þú ætlar að vera með þetta á Facebook? Já, Studiocast á Facebook, þar ætlum við að vera með þetta. Og hvað, þáttur segiru annan föstudag? Já, við stefnum á það. Við vorum að gæla við föstudaginn næsta en við ráðum líklegast ekki við það. Hvað verður En hann verður alltaf á föstudagskvöldum. Hvað ætlar að hafa þetta langan þátt? Stefnum að reyna að vera svona á klukkutíma rólinu. Ok. Því bili svona. Ok. Já. Samt ekkert að vera með eitthvað fastan tíma en eitt, þannig að þú veist, það er svona það sem við erum búin að tala um að þetta verður svona cirka klukkutími. Og bara leyfið svo að þróast? Já, svo bara þróast þetta og slípast til og allt það. Ég sé alveg á samfélagsmiðlum að það er orðin spenna fyrir þessu. Þeir menni vilja að þú íti bara úr vör strax. Já, það er mikill hiti og margir sem bíða, ég veit það. Og það er pressa. Þannig að maður nú er að dauða að drepast og standast væntingarnar.